Nú ætlum við að fara að setja eitthvað af fötum utan á kallinn okkar hérna og hér er ljósmynd af Wilbur þar sem að sést að hann er með svona dálítið háan kraga. Þessir kragar voru mikið í tísku fyrsta hluta 20. aldarinnar og samkvæmt jólalæginu heitir þetta náttúrulega flippi og það var sérstakur flippanappur sem hélt þessu við skyrtuna að aftan og síðan var bindi undir þessu. Þannig að það fyrsta sem við þurfum að gera er að búa til þennan flippa og bindið og þá er spurning úr hverju er hægt að búa svona til. Og það flottasta er náttúrulega svona, þetta er stæreini plast, svona svipað eins og er í kallinum sjálfum. Þetta hérna er 0,3 mm á þykkt. Þetta má klippa til og skera og nota á allan hátt. En maður þarf ekki svona flott, maður getur þess að notað prentarapappír og bændablaði. Það má alltaf nota bændablaði í eitthvað. Og það fyrsta sem við notum bændablaðið í er að búa til bindið. Bindið er einfaldlega gert með því að klippa ræmu úr bændablaðinu og böggla hana saman hérna efst. Síðan ætla ég að líma það hérna á. Við sjá hvort að getum ekki bara festa hérna með svona sekundulími. Leið og límið gengur inn í pappírinn og harðnar, þá styrkist það. Við viljum ekki vilja setjast hérna. Sjá. Svona. Þarna er bindið komið. Það nægilega ekki vera svona langt. Og við getum festa niður hérna. Þá er það kraginn. Ég ætla að gera kragann úr 0,3 mm plasti og hann þarf að koma hér yfir bindið aftur fyrir og alveg í kringum hálsinn. Þetta er stundum dálítið ströggl en með því að nota módellím eins og þetta hér eða svona þá ættum við að geta festan niður. Ég ætla að festa kragann og svo kalla ég okkur aftur. Nú er kraginn hérna kominn á og orðinn sæmilega þröngur og óþægilegur. Þá þurfum við að búa til frakka og í rauninni þarf við eiginlega ekkert annað en bara hérna þar sem að frakkinn kemur saman og síðan kraga. Það er ágætt að búa hann til úr örlítið þykkari pappír heldur en bara venjulegum svona blöndarapappír og ég er hérna með umslag, brúnt umslag sem ég ætla að klippa til og sjá hvort ég get ekki búið til frakka. Þannig að það fyrsta sem að þarf að gera er að hægra
hægri kraginn, hægra megin á frakkanum, þar sem eru tölur, og þetta virðist vera alltaf krumpað hjá kallgreyinu. Kraginn liggur hérna yfir og frakkinn krumpast einhvern veginn hérna niður eftir. Besta aðferðin til þess að láta þetta leggjast er að nota vatn. Maður aðeins bleytir þennan pappa, þá getur maður látið hann gera hvað sem maður vil. Þannig greinilega, þetta er allt og sítt. Og ég ætla að krumpa þennan kraga hérna niður, leggja hann niður og líma hann, eða kraga segi frakka, og hann kemur hérna yfir bindið með þessu. Við skulum sjá hvernig þetta er þegar ég er búinn að þessu. Hérna er frakkinn komin á báðum megin og ég set hérna einhvers konar fylliefni hérna með og púsa það niður þannig að það líti út eins og frakkinn sé nái alla leið, en hérna þessi pappír krumpast og skemmtilega hérna niður þannig að það lítur út eins og þetta sé alvöru frakki. En nú þarf ég að gera kraga og hann er gerður úr þessu efni líka og já, kraginn er þannig að ég beigla þetta bara svona niður, en eins og þetta er núna þá er algjörlega vonlaust að setja þetta á hálsinn á honum. Ég ætla kannski að taka lengdina fyrst og það að vera hingað. Hérna, snirta hérna megin, svona. Og til þess að þetta leggist almennilega að hérna, svona, þá nota ég vatnið aftur. Leita þetta bara aðeins, það þarf nú ekki rosalega mikið, þetta þarf bara rétt að verða blautt. Þá er hægt að leggja það hérna niður og já, þegar að kraginn sest á sinn stað svona, þá lítur út eins og þetta sé partur á frakka. Ég ætla að gera þetta og sýna ykkur síðan hvernig það kemur út. Hérna er ég búinn að setja kraga utan hálsinn á kallinum okkar og hann lítur út eins og svona krumpaður frakki. Svo eru komnar tölur, þær eru hér, og hnappagödd hérna. Já, kannski eftir að setja eitt hérna. Þetta virðist vera einhvers konar tvínheftur frakki. Það næsta sem að þarf að gera eftir þetta er að setja fylliefni allstaðar þar sem að maður ætlar að fá, eins og til dæmis hérna er skörp brún og hún á sjálfsögðu ekki að vera, svo ég set fylliefni hérna. Fylliefnið sem ég nota er svona. Þetta heitir Motip Finishing Putty og er aðaluppistaðan í því held ég að sé akríl og það er svona grænt á litinn. Ég nota lítinn spaða til þess að tróða þessu þar sem að það þarf að fara og það er í flestum tilfellum
betra að setja margar þunnar umferðir heldur en eina mjög þykka, því að bæði rýrnar þetta fyllefni og ef maður setur mjög þykkt þá tekur alveg ógurlegan tíma að harðna. Svona, nú ætla ég að leyfa þessu að harðna og svo pússa ég það.